Jóa Þórðarson, til hamingju með fína leik í dag. Þú, má ég segja að þú hefur lagt upp marki sem að skildi á milli í dag. Já, þetta var smá klassana. Ég ákvað að keyra á varnarmenn og mér var svona brotið á mér en það skipti ekki máli. Það kom hann að Viksarinn og skoraði. Það skilaði marki. Það skilaði marki. En svona heilt yfir Jói, hvernig fannst þér leikurinn spilast? Mér fannst við vera sterkar í fyrri hálfleik en svona, við vorum nú ekkert að sýna neitt glansbolta. Ég vil nú meina bara að það hefur verið svona svolítið stress í mönnum eftir fyrstu þrjáleikina. Það hefur ekki gengið sem skildi. Þetta er búið að vera svolítið brekka. En við klárum þetta í dag. Það skiptir engum máli. Það spyr enginn að hvernig leikurinn hafi verið. Við náðum 3 stigum. Við fengið svolítið kritík fyrir að það vera ekki skipulaður og allt þetta og þið sýndu bara voru skipulaður þetta og hleyptu Hreinsson sem ekkert mikið inn í leikinn. Já, þetta er náttúrulega bara langt mót og það verður nú bara að segjast eins og er að við höfum verið í vandræðum með veðurfarið og vallaraðstæður. Það hefur komið niður á kannski svona taktík, æfa það, ef við höfum alveg verið hreinskilnir. En við vorum bara, solid í dag. Þeir fengu ekki mörg færi og við klárum þetta. 3 stig heima Hamars og Mjölnisung og það er náttúrulega alveg notalegt. Já, það er bara frábært. Það er léttir í þorpinu. Já, takk fyrir að fara og fagna með Lífsfélögun. Takk fyrir. Halldór Áskelsson, til hamingju með sigurinn í dag. Já, þakka þér fyrir. Þetta er góð tilfinning. Er það ekki? Þetta er náttúrulega nú loksins kom sigur, þá móti Víkingum. Fannst þér þetta ekki bara nokkuð sanngjarnt þegar upp að staðið? Ég meina, jú, ég held ég verið að viðurkenna það. Ég hefði svo sem viljað kannski sjá svona sérstaklega seinni hálfleikinn aðeins svona öflugri hjá okkar mönnum en þetta hafðist. Það var kannski ekki það fallegasta, ekki fallegasti leikur í heimi en við höfðum það af og liðið sýndi styrk og karakter og varðist vel og var alltaf hættulegt fram á við, þannig að ég er bara mjög sáttur á að klára þetta. Þú eru spilaðist leikurinn eins og þið í þjálfarteyminu lögðu upp með fyrir leik? Það var alveg vitað mál að þetta yrði baráttuleikur og þetta var svo sannarlega baráttuleikur og við hefðum kannski viljað sjá meira svona sérstaklega í seinni að við hefðum boltan meira en það er nú oft þannig kannski að þegar liðir yfir að þá reynir hitt að sækja og freistir þess að jafna, þannig að stundu spilast þetta svona og þá er það spurningin að halda og það hélt. En númer 1 og 3 var náttúrulega það að þetta skilaði sigri? Já, það er algjörlega þar uppi staðið það eina sem skiptir máli. Þetta var, eins og ég segi, þetta var ekki fallegasti sigur í heimi sem maður hefur, eða fallegasti sigur sem maður hefur tekið þátt í, en þetta var mjög góður sigur og gefur svona byr undir báða vængi eins og fræktur orðið hjá Atla Sigurjóns, eins og hann orðaði það svo vel. En er nokkuð sem spyr að fegurðin eftir 1-2 vikur? Þetta voru 3 stig og þau eru komin heim í Hamar? Nei, það er nákvæmlega það sem að máli snýst um, það er að taka stigin og þau fyrstu stigin eru komin í hús og 3 stig og ég gæti bara ekki verið sáttari. Ég var afi í hádeginu og þetta búið að vera góður dagur. Upplýst okkur þá nú að afi í hádeginu var strákur að stelpa? Það var lítið stelpa. Og hún verið væntanlega Þórsari þegar að framlíða stundir? Já, pappinn er nú kámaður en hann ræður engu. Það er náttúrulega hlutverk af hana er að sjá stóran hluta uppeldi barnanna. Já, í þessu tilfelli þá ætla ég allavega að reyna að sjá þetta. Herðu, þá segi ég bara til hamingju afi og til hamingju með sigurinn og njóttu. Þakka þér fyrir kærlega.